Góða kvöldi, ég heiti Guðrún Ólafsdóttir og ég frumkvöðull og mér langar að segja ykkur mína sögu. Ég er búin að starfa í Danmörku síðan 1996 sem bókari og fyrir 3 árum þá misti ég vinnuna og var að vinna hjá hollensku tryggingafélagi, ekki tryggingafélagi heldur fyrirtæki sem meðhöndlar tryggingamál. Og ég var búin að vera þar í 1 ár þegar að framkvæmdastjónum var sagt upp, fengið nýr, hann var í 2 ár, þá voru honum sagt upp og mér var sagt upp. Endurskipuleggingar og hagræðingar. Og akkurat þegar að ég var nýkomin úr mat, opna tölvuna mína og þar býður mín uppsagnarbréf. Og ég byrjaði að því að yfirmaður hann satt í Noregi og ég í Danmörku og ég opna mailið og fer að lesa og það svolítið svona á mig og ég byrja að lesa uppsagnarbréfið. Og þegar ég hálfnuð að lesa uppsagnarbréfið að þá fæ ég skilaboð á Messenger. Og ég hugsaði með mér, hver að senda mér skilaboð núna? Og ég einhvern veginn gat ekki annað en kíkt á þau. Og þá sé ég að þetta frá gömlum vini sem að ég var í skóla með árið 1980 til 81, þess að 35 árum áður, og við höfum ekkert talast við síðan. Og hann skrifa til mín og segir, "Hi Guðrún, how are you doing?" Og ég hugsa bara með mér, bara ef hann vissi. Þú veist, ég satt hérna, var að missa vinnuna og hann spyr hvernig ég hef það. Og ég hugsaði með mér, sko, ég er ekki að segja honum neitt. Og þú veist, það liti nú bara ekki vel út eftir svona langa tíma, hann skrifa til mér og ég er að missa vinnuna, sko. Svo ég skrifa bara svona hristið af mér og skrifa tilbaka og hérstalega bara, "Hæ, heyrðu, ég er í vinnunni, ég tala við þig um heim." Og hann segir bara allt í lagi og svo afgreiði ég svona bréf og svo kem ég heim kvöldið og hef samband við hann. Og við hringjumst á og tölum gamla tíma og hvað hefur gerst í okkar lífum á öllu þessu árum og svona. Og svo spjöllum við saman, svo leiði svona klukkutími, þá segir hann allt í einu svona við mig upp á þurru, "Nú þau eru búin að missa vinnuna, hvað ætlarðu að fara að gera?" Og þetta kom svona alveg bara á mig, ég bara alveg, þú veist, ég var nýkomin heim, ég var ekki komin lengra í mínum hugsunum, já, hvað ætla ég að fara að gera? Svo ég segi bara, ég veit það ekki. Og hann á sokkaverksmiðju og hann var búinn að segja mig það. Svo ég slæ svona fram í gríni, kannski ég fari bara að selja sokka, segi ég. Og hann segi, það var góð hugmynd. Og ég segi, nei, ég var bara að grínast, segi ég. Jú, þetta er góð hugmynd, sagði hann. Og hann segi, þú getur tekið Danmörku og kannski Ísland og eitthvað svona. Og ég alveg, veistu, ég er ekkert inn á svona vefnumur og svona, ég er bókari, ég meina. Og hann segi, engar áhyggjur, ég skal kenna þér. Og ég segi, veistu það, þetta gengur ekkert upp. Ég segi, ég á engan pening, ég get ekki tekið heilan gáma vörum heim, þú veist, bara ekki að ræða það. Og hann segi, blessu, ekki hafa áhyggjur af því, ég skal hjálpa þér. Og hann segi, þú borgar mig bara sokkana, þú ert búin að selja þá. Og ég hugsaði með mér bíddu við, hvað er í gangi hér? Svo ég tók mér nokkra daga að hugsa málið og ég hugsaði með mér, sko, þú veist, hvað sénsinn að hann hefur samband við mig akkurat þegar ég er með þessa vinnuna? Og með svona gillitilboð. Og þannig að ég ákvað bara að slá til. Og svo ég hugsaði með mér, já, hvernig, svo fórum við að tala saman hverjum degi eftir þetta og plana og hvernig þú veist á að gera þetta og svona og svo hugsaði með mér, ég ætla bara að heimasíðu. Þú veist, ég var alltaf að versla á netinu, sko. Og ég sagði, það er allir að versla á netinu og þetta voru svo auðvelt að ég bara býti heimasíðu. Var hann komin út og allir fara að kaupa. Og svo kemur dóttir mín, hún var búin að vera í námi í Bandaríkjunum og hún kemur heim í sumarfrí og við erum þannig í stofinni heima og erum eitthvað að vinna og svona og segir, farið inn á þessa þína heimasíðu og búið til logo fyrir mig. Og hún hafði aldrei gert svona logo áður og ég segi bara, þú veist, eitthvað svona fyrir sokka fyrirtækið, sko. Og hún býr til logo og það tók hana 3 daga, var svona eitthvað að sýsla við þetta
og það þetta hérna logo. Já, nei, það var logoð. Svo þurftum við að finna nafn á hérna vörumerkið og ég var svona að hugsa, alltaf, mér langaði svona að, þetta var, eitthvað svona sokka, svona, fannst eitthvað svo döll og leiðilegt og svo ég var farin að hugsa svona eitthvað svona Go-Socks eitthvað að þegar ég heiti Guðrún Ólafsdóttir þá get ég tengt nafninu mitt við logoið og svo í því hringir vinkona mín sem coach og ég að segja henni, heyri, ég er eitthvað hérna með hann svona nafn á vörumerkið og hérna og segja henni hvað ég að hugsa eitthvað Go-Socks eitthvað þá segir hún Socks to go ég segi hvað það og það komið og síðan þurfti ég ekkert að hugsa með það og hérna og svo var það bara að vinna heimasíðun ég hafði aldrei búið til heimasíðu ég vissi ekkert hvað ég var að gera og ég fór bara á YouTube fann fullt af leiðbeiningum og bara gerði WordPress heimasíðu og svo fór ég fékk ég hérna prufur á sokkum fór með þær til Íslands ég þurfti að fara aðra til að segja mér hvort það væri góða sokkar því ég vissi það ekki að því ég gekk aldrei í sokkum og mágur minn sem að fjölskyldana hefur rekið gardínufyrirtækið í 20 ára og ég þurfti að fara með á til hans þetta góðu sokkar og hérna já hann lagði blessun sín yfir þetta og svo ég bara hélt bara áfram og svo notaði ég uppsöndastinn í því að vinna að þessu búa og svo ákvaði ég að koma til Ísland og gera þetta því ég hafði verið í burtu svo lengi í burtu, foreldrar mína voru að eldast og ég hugsaði með mér ég byrja á Íslandi, lítill markaður, þar ég á heimavelli og svona byggti upp þar og ég kem svo hérna í desember 2016 og gámurinn kemur í febrúar og ég þurfti náttúrulega að leggja síðustu hönd á hérna banka og hérna það í samtöku við heimasíðuna og hérna svo kom 15. febrúar og þá ætlaði ég í loft og ég var búin að búa til Facebook-síðu og var búin að fá vin og vandamenn til þess að læka á svona síðuna og hérna og svo keypti ég nokkur auglýsingar á Facebook og svo bara 15. febrúar fór ég í loft og bara var tilbúin nú koma pantanirnar og ég beið í 2 vikur kom engin pöntun og ég hugsaði með mér þetta nú bara ekki alveg að ganga eins og ég hélt að myndi ganga svo ég hugsaði með mér hvað gera bændur þá svo var ég hann heima og ég var eitthvað að hugsa bara nú ef að kemur ekki til mín hvað ger ég svo fæ ég það eins og þessi hvíslaði að mér farið gakt í hús og seldu sokka og ég hugsaði með mér nei ég ætla ekki að fara að gangi í hús og selja sokka og svo ég hugsaði með mér ég tjekka þess að ég googlaði þetta svo skrifaði ég selling socks door to door og fyrsta hittið sem kom upp það var fyrsta skrefið til að þjena billjónir bara first step to make billions og ég hugsaði með mér það fyrir mig ég ætla að gera það ég var sannfærð svo ég var búin að leigja svona litla Nissan Micro og ég bara fór niður á lager og fyllti bílinn á sokkum tók ég pókana mína sem ég hafði að gera fyrir mig og raðaði öll með 27 tegundir á sokkum ég fékk 20 feta gá með 56.000 pörum hvorki meira en ég minna 27 tegundir og svo bara raðaði ég öllum tegundunum upp svona var með 4 póka og svo var ég með blokkina mína og business card og svo hugsaði ég með hvert að fara og ég hugsaði með mér ég finnst að það sem enginn þekki mig svo ég hugsaði Grindavík svo ég keyri til Grindavíkur og ég byrja bara alveg kem til Grindavíkur alveg hvar á ég að byrja svo ég byrja fyrstu röðinni sem alveg upp í Þorbjörn og ég fer og banka fyrstu 2 húsin engin heima
Svo fer ég í 3. húsið og þar opnað og þar kemur maður til dyra, svona 35 ára giska ég á. Og hann fær litla stelpur sem gægðust fyrir aftan hann og ég stend hana með posa og blokk og businesskort og allt saman og segi góðan daginn, ég heiti Guðrún Ólafsdóttir og ég hérna að kynna heimasíðu með alveg gæða sokkar. Ætlaði að bjóða þeirra hvort það myndi vilja skoða það og þá stendur hann og segir: Ertu að segja mér að þetta gangi í hús og selja sokka? og ég alveg bara, ég sagði með mér, ef að jörðin geti opnast núna og gleypt mér, þá er það bara best. og ég bara hugsaði með mér, hvað ég að gera? Svo ég hugsaði bara með mér, ég bara svona rétt og brosti mínu breið og segi já, alveg fulla veggi. Það var svona, snilld, þetta snilld. Kona mín að vinna í fiski, áttu ekki okkur að góða sokka, hann alltaf svo kalt á fótunum og hann keypti sokka alla fjölskylduna. Og hugsaði með mér, þetta bara staðfesting á að þetta rétt sem ég að gera. Og ég hélt áfram og fór ekki í hús þarna í nokkra daga og ég hef þetta nú bara svolítið sem, sko. Ég ekki alveg, kassan Þá fór ég að fara í fiskverkanir og það gekk svona eins betur. Það var fullt af fólki sem vantaði hlýja sokka. Og svo fór ég, heimsótti nokkur fyrirtæki, netaverkstæði og svona. Og allir tóku vel á móti og svo hugsaði ég, þetta bara að ganga vel og svo fer ég, hugsaði með mér í nótli út á land. Og keyri þá allt Suðurlandið, heimsækja alla bóndabæi þar. Og það var rosa skemmtilegt, fólk að bjóða menn inn í kaffi og alveg bara kontinjalt og sýnda okkur hvað og ég þurfti að gera sokkana og svo kannski var fólk með heim svona, heyriði, það er sokkapartí, allir að koma að kaupa og þetta var rosa skemmtilegt. Svo ég hugsaði með mér, þetta nú bara svolítið langsótt, ég þurfti að, úti að keyra allan daginn til þess að selja sokka. Svo ég hugsaði með mér, svo fór ég á Snæfellsnesið og veðrið á Íslandi það skipti svo hratt og svona og ég var búin að fara í fiskverkanir og svo í einhver hús og svona og það var svona, fólk var lítið heima og svo ég hugsaði með mér, ég ætla að prófa eina búð. Svo ég fer þarna í verslunina kassan á Ólafsvík og þau alveg, já, við viljum alveg taka þetta inn og þau tóku sokka. Svo ég hugsaði með mér, þetta nú bara alveg að ganga. Og svo hringi ég í þau nokkrum vikur seinna og segi, jæja Ágúst, hvernig gengur nú salan og sokkunum? Og þá segir þetta maður svona þetta eldri hjón sem reka þessa verslun og börnin þeirra. Og ég giska á hann sé svona, já, komin yfir stöðut. Og þá segir mig, hann segir, heyriði þessir bambusokkar, kona mín færði para þessum bambusokkum. Þetta eru bara þeir allra bestu sokkar sem ég hef á ævinni átt. Og ég hugsaði bara með mér, það ekkert smá að maður yfir 70 sé bara að fá því bestu sokkar núna. Þannig að ég var mjög ánægð með það og svo hafði ég verið að selja bara, vinum og kunningum og líka frænka mér var voða dugleg að selja sínum vinum. Og þar var einn endurskoðandi sem er fyrir sunnan, hann keypti 30 pör af mér af bambusokkunum og svo hringdi ég í konuna einhverju mánuðum seinna því ég var svo forvitin af hverju hann keypti svona marga sokka og sonur þeirra keypti 20 pör. Svo ég hringi í hann og segi, heyri, hvernig er þetta með Sigga, hvernig gengur hann á sokkarnir? Og hún segist að hann er mjög krítískur á sokka og hann er búinn að kaupa sokka allan heim. Og síðustu 4 árin er hann búinn að nota Hugo Boss og þessi bambusokkar toppa Hugo Boss, sagði hann. Og ég var náttúrulega rosalega ánægð með það, þannig ég hugsaði með mér, ég er bara með rosalega, ég er með vöru. Og síðan hélt ég bara áfram að keyra landið og þetta fór að fara inn í einu búð og ég fór á bóndabæ, ég fór í allan Búðardalinn og svo náttúrulega kom tímabil þar sem er sauðburður og þá getur maður ekki farið og þannig að í dag að þá eru sokkarnir komnir inn í 50 verslanir vítt og breitt landið og
og söluaukning hjá mér á síðasta ári, hún var 75%. Og ég var bara mjög ánægð með það. Og svo það svo skemmtilegt að svo hef ég stundum verið sko að fara tvisvar þegar ég að fara inn í 3. árið mitt og ég farið stundum sko tvisvar sinnum í sömu sveitina og þetta var í Búðardalnum. Það var kona sem hringdi í mig og sagðist að hafa keypt af sokka alltaf af einhverju prjónaverksmiðju á Akranesi og nú var ég búin að loka henni þannig að hún væri að leita að góðum sokkum. Svo ég hugsaði með mér, já, það svolítið tími sem ég var í Búðardal þannig að ég ætla bara að fara þangað aftur og heimsótti konuna og hún keypti sokka og svo ég fer á næstu bæ líka og þá kem ég á þann bæ sem að ég mundi eftir að ég hafði verið á árinu áður. Og þetta var svo fyndið, sko, ég keyri upp að bænum og þá bóndinn á traktornum alveg eins og árinu áður og ég svona heilsa honum og svo labba ég inn að húsinu og svo þegar ég að koma að dyrunum þá mundi allt í henni eftir þessi kona keypti ekki til og ég banka og hún kemur til dyra og ég bið henni góðan daginn, ég segi nú ég aftur, sagði ég og held svona á sokkunum í hendinni eins og ég gerði það, ég alltaf að held svona sokkunum og ég segi, keyptir ekkert að mér í fyrra og hún sagði nei og ég segi, jæja, nú komið góð reynsla á það enn í björgunarsveitunum og nota þess að sokka og segi svona frá þeim og segi, jæja, heyrði kannski prófa eitt svona pakka handa manninu, segir hún og svo segi við henni já, en hvernig sokka notar þú? Ég langar að gefa þér eitt par af sokkum og hún var í krokkskóm svo hún svona renni sér úr þeim og ég horf á sokkana og ég hugsaði með mér, þessi eru kunnulegir svo segi ég, hvað er þessa? Þá segir hún, í húsasmiðinni ég segi, já, þetta nú reyndi að sokka frá mér en þú vilt kannski frekar kaupa því á húsasmiðinni, sagði ég og svo hlógum við bara og þannig að þetta búið að vera alveg ótrúlega skemmtilegu tími og mikil reynsla því að ég búin að vera að kynnast vörunni minni og kúnnunum og þeir hafa verið mjög sko, þú veist, ég held að það sé fáir sem komi svona sko nálægt kúnnunum eins og ég búin að gera og ég fæ rosalega mikið upplýsingu frá þeim varðandi sokka og ég til dæmis hafði verið að reyna að komast inn í sokkana og þeir vildi ekki taka á þenn og svo segja þær við mig farðu bara niður í Kauptún og kíktu á það sem við erum með og ég var búin að því svo ég hugsaði með mér, ég ætla bara að gera það aftur svo ég fer og kíki á sokka sem voru svona sambærilegir mínum og ég kaupið hann að pakka af sokkum sem voru 80% ekstra fín merino og ég hugsaði með mér, ég get ekki keypt þetta allt og flotti sokkar svo ég sagði með mér, ég vil kaupa pakka og svo tek ég að mig heim og ég prófa það og ég finn ekkert að þeim og ég meina þetta voru ákveðt sokkar og svo hugsaði ég með mér að nú skildi ég fara að svara þeim e-mailinu og svo ég sett niður og ég var bara, hvað á ég að segja ég var gjörsamlega tóm í hausnum hvað á ég að segja svo hugsaði ég með mér það lesa utan á pakninguna þeirra og svo byrjaði ég að lesa og ég hugsaði með mér, ég ætla að lesa hvert einasta orð bara allt og ég les svo kem ég að sé og það var sko, þú veist, þetta voru fjóra tegundir á sokkum allir með mismunandi innihaldi en það megin innihaldi var þetta 80-81-23% ekstra fín merino ull svo kem ég neðst og þá stendur mig ég fara í þurrkaran og ég sagði með mér, nei, það passa nú bara ekki alveg maður setur ekki merino ull ekstra fín 80% merino ull í þurrkara svo ég sagði með mér, ég ætla að taka sokkana og mína og ég hendi þeim báðum í þvottavél á 60 gráðum og þvoði þau, ég sagði mér, ég ætla að prófa svona vera svolítið ekstrím og ég gerði það og ég tek það út, setja það í þurrkaran þurrkaði alveg hangtilegur tandur hreinir og
mínir hlupu svona, hinir ekki neitt. Þá hugsaði ég með mér, þetta útskýrir fyrir mér þegar fólk er að koma til mín og segi, ég er með ofnæmi fyrir ull, ég er með ofnæmi fyrir teygju, þú veist, og ég þoli ekki þetta og þoli ekki hitt, en svo er það fyrir mína sokka að þá er ekkert að þessu til staðar. Þannig að svo kom ég þeim inn í húsasmiðina, þannig að þeir eru í öllum húsasmiðum og múrbúðinni og svo var ég komið með vilyrði, ég náttúrulega fór svo líka út fyrir landsteinana og var búin að fá vilyrði fyrir að þess færu inn í 60 vöruhús í Evrópu, en svo hætti maðurinn sem var búin að lofa þessu skyndilega hjá fyrirtækinu áður en ég var komið samningin, það fór út í sandinn því miður. En einn úr þeirri verslun, hann hafði sagt við mig, ég hafði verið að eldast við hann í lengri tíma og svo ákvað ég bara að skilja poka eftir mig sokk og svo hafði ég bara ekki kíkt þegar hann hefði tíma. Og svo næst ég ekki, þá var ég bara boðin á skrift, fengið sæti og þá segir hann við mig, tekur hann sokkan upp og segir, hann segir, gerur þér grein fyrir því hvað þú ert með flotta vöru? Og ég gerði mér ekki grein fyrir því. Hann sagði, ég veit hvað ég er að tala um að þegar pabbi minn, hann er búinn að vera með sokkaverksmiðju í mörg ár og framleitt varnarsokka. Hann sagði, hann veit hvað ég er að tala um og ég var líka að vinna útilíf í mörg ár. Þannig að þessi eiga heim útilíf, prófuðu útilíf. En það náttúrulega erfitt að komast inn í verslanir. Þannig að en ég er komin inn í þessar 50 verslanir sem ég er bara ánað með á 2 árum. Og og þannig að það er bara ýmislegt í gangi, sem sagt annað en það, ég er búin að koma inn í einu verslun í Ameríku, búin að vera þar í 1 ár og fólk, það er sumar, sem sagt alltaf þegar ég kem og þangað og fylla á, að þá eru sumartegundir sem bara hverfa leið og þannig að hitt fær að hanga svona eins lengur að meðan fólk er að venjast þessu. Ég var í Sölvheiði í Vestmannaeyjum þegar ég var nýbyrjuð og þá hitti ég þar hjón frá Ameríku og ég held að vera pakistanskum uppruna, þau voru bæði læknar í Flórída og konan fyrir eitthvað að spyrja mig hvað ég sé að gera hérna og ég segist vera söluferð, ég sé með sokkafyrirtæki og þá sagði hún, ég vil fá að sjá sokkana hérna. Svo ég hljóp út í bíl og sótti sokka fyrir hana og það sem ég held svona myndi passa fyrir hana og svo kaupir hún sokkana, fer með henni í herbergi og þá kemur maðurinn hana fram. Svo hann segir, heyrðu, þessa hérna sokka, þá þarftu að fara með til Ameríku. Og ég hugsaði með mér, þú veist það er nú stór markaður og hann sagði ekki misskilja mig, hann sagði það er rosa mikið af sokkum í Ameríku en ekki af þessu kvalitet. Og þannig að við vorum í svolítið sambandi svona sérst í byrjun og hann settist niður með mér og sagði mér allt hvernig ég ætti að gera þetta og svona og hvað er mitt. Þannig að þeir eru komin inn í eina verslu og það er einn aðili sem að er að kaupa mér og hann er að það sem kalla white label og þannig að hann setur sitt vörumerki á það og það með mínu samþykki. Og svo er ég með aðra aðila sem eru að vinna að öðrum málum í Ameríku fyrir mig og svo hitti ég Ástrala fyrir nokkrum vikum síðan norður Akureyri og hann hefur áhuga að taka það til Ástralíu. Þannig að þetta er rosalega spennandi og skemmtilegt og maður er alltaf að vinna að heimasíðu, bætana, þú veist ég var að Shopify og þetta er bara endalaus vinna og og bara skemmtilegt.